Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætlum við að skoða seinni hluta kaflans tölfræði fyrirgefið frá tilraundi gagna í bókinni Tölfræði frá grunni. Og við ætlum að byrja á því að fjalla úrtakshögun. Það að segja hvernig eigum við að velja úrtak úr þýði. Og slembival, það svona besta úrtakshögunin og þá veljum við slembið eða handahófskennt, þannig að öll viðfangsefni í þýðinu jafn líkleg til að vera valin. Úrtak sem valið með slembivali kallast slembiúrtak eða random sample. Og við ætlum að skoða 3 gerðir af slembiúrtökum, einfalt slembiúrtak, lagskipt og svo parað. Einfalt slembiúrtak, þá hreinlega veljum við einstaklinga af handahófi úr öllu þýðinu. Aftur á móti, ef slembiúrtakið lagskipt, þá byrjum við á því að skipta þýðin okkar fyrst niður í einhver lög eða hópa og síðan eru viðfangsefni valin með einföldu slembiúrtaki úr hverju lagi fyrir sig. Fjöldi viðfangsefna sem valin úr hverju lagi verður að vera ákveðin fyrirfram en hann má vera misjafn eftir lögum. Það gott að nota svona lagskipt slembiúrtak þegar fjöldi viðfangsefna í hverju lagi mjög misstór. Nú dæmum þetta ef við hugsum okkur bara skoðanakannanir sem eru framkvæmdar fyrir kosningar, að við gætum skipt þýðin okkar sem þá allir sem á kjörskrá. Við gætum skipt hreinlega eftir kynjum, þannig að það væri lagskiptingin okkar. Eins væri kjördæmi, það geti verið önnur lagskipting og svo framvegis. Ef við tökum kjördæmi sem dæmi, þá myndum við ákveða fyrirfram að spurja svo marga í kjördæminu Reykjavík norður og velja slambið innan þess lags og svo sama með hinn lögin. Nú parað slembiúrtak, það fæst þegar viðfangsefnin í þýðinu eru pöruð saman 2 og 2 og síðan ákveðin fjöldi para valin af handahófi í úrtakið. Þetta gott að nota þegar mikið að utanaðkomandi áhrifum trufla mælingarnar okkar. Þá eru pöruð saman viðfangsefni sem verða fyrir svipuðum truflunum. Og við munum fjalla daldið svona pöruð slembiúrtök seinna meir, en þetta til dæmis mikið notað í tilraunum svona innan læknavísinda og í lyfjaþróun sem dæmi. Hugsum okkur hér lítið dæmi og við ætlum að spyrja okkur af hvað gerður eftirfarandi slembiúrtök. 1200 handahófsvaldir kjósendur, 600 handahófsvaldir karlar og 600 handahófsvaldar konur og að lokum 600 handahófsvalin hjón. En þetta fyrirgefiði, þetta eru akkurat dæmi þessi mismunandi slembiúrtök sem vorum að tala. Það fyrsta væri einfalt, annað væri lagskipt og það þriðja parað. Og við höldum áfram, það ekki alltaf svo að það möguleiki að taka slembiúrtak, þó svo að það ætti svona vera, við ættum að reyna hvað við getum að taka slembiúrtak en það nú ekki alltaf hægt. Og við getum þá valið eftirfarandi, mögulega að skilgreina þýði upp á nýtt, þannig að úrtaki verði slembiúrtak úr þessu nýja þýði okkar og þá eiga ályktanir okkar eingöngu við nýja þýðið og þá spurning hvort að við viljum það. Svo annað, þá hreinlega að sætta sig við bjagan sem verður. Þá verðum við að gera grein fyrir úrtaksbjaganum í umfjöllanum okkar. Við ræðum hvaða afleiðingar hann geti haft í för með sér og við getum kannski aðeins hugsað okkur hvort hægt sé að gera ráð fyrir að bjaginn sé léttvægur með tilliti til þess sem við erum að rannsaka.